Gylfi, það ennþá 3 mánuðir í bestu deildinni, en svona hvernig staðan á Grindavík Njarðvík í dag? Herru, hún bara fín, myndi ég segja. Hún sé bara samkvæmt pari. Þetta bara eins og á þessum árstíma er fámennt en virkilega góðmennt og við erum bara í góðum gír. Sér ekki annað á miðlum heldur en það að koma leikmenn, þú ert að styrkja hópinn. Hvernig lítur þetta út? Er þetta orðið nokkurn veginn fullmótað? Já, þetta náttúrulega ekki fullmótað, en við erum búin að semja við 5 erlenda leikmenn fyrir tímabilið sem að einn að komin, markvarinn okkar komin og hún búin að vera helviti góð í 2 leikjum sem við höfum spilað. Fáum 3 erlenda leikmenn í næstu viku og 1 í mars síðan og þannig að það svona kjarninn orðinn nokkuð klár og við erum náttúrulega með góðan kjarnan nú þegar. Þetta bara, við erum kannski að horfa í að við þurfum stærri hóp. Þannig að við erum alveg að horfa á innlendamarkaðinn líka, við erum að skoða kannski, þetta eru örfáir leikmenn í viðbót sem við viljum bæta við til þess að telja okkur klár til þess að takast á við mótið. Þú veist, eitthvað sérstök staða sem þetta er að styrkja? Já, þú veist, já, það nú eiginlega bara hægt að styrkja sig á flestum stöðum, sko. Við vinnum ekkert rosalega mikið út frá einhverjum stöðum, sko, en þú veist, við erum að horfa bara í eiginleika og hann margfræga karakter sem að maður fær oft skít frá öðrum þjálfurum fyrir að vera að pæla í honum en það bara einhver bandir, við pælum bara mikið í því, við erum bara, þú veist, liðsheildin í liðinu bara þannig að það væri bara, það myndi að vera rosalega neikvæð áhrif á okkar lið að fá ekki nógu vandaðan karakter inn í lið út af því að það eru bara, já, liðsheildin bara það sterk hjá okkur að við bara pælum ekkert síður í því. Er nálgunin í þennan vetur öðruvísi heldur nálgunin í síðasta? Nei, ég er búin að vera að hugsa þetta mikið. Þetta eiginlega rosalega svipað og í fyrra bara allt einu leveli ofar. Þú veist, þú liggur bara fyrir framan tölvuna að skoða YouTube-klippur bara fyrir áramót og þú bara að skoða aðeins betri leikmenn heldur en þú varst að skoða í fyrra svona að jafna þig. Þú getur kannski sett meiri kröfur á leikmenn sem að þú reynir að fá og við reynum að vera með háan standard í þeim leikmennum sem við erum að sækja enda höfum við eins og innlendamarkanum við sótt 1 leikmann og það landsliðsmaður þannig að nei, þetta er bara mjög svipað sko og bara já, þú veist, eigum eftir að bæta aðeins við núna en já. Hvar eru að fara að spila leiki? Verðið þið eitthvað á flakki Grindavík Njarðvík eða er þetta allt í Njarðvík? Nei, ég held að þetta verði bara í Njarðvík. Við vorum að skráða þarna á Stakkavíkurvelli í einhverjum drögum og það var eitthvað pappírstæmi. Ég hef ekki heyrt neitt annað en að við verðum bara í Njarðvík. Tölum að þessu Natasju, hvernig er hún? Er hún komin á stað? Hún er komin á stað, hún er byrjuð að æfa og það er bara verið að trappa upp. Ég veit ekki, kannski ekki sniðugt að vera að setja einhverja tímalínu á þetta en þetta er bara allt samkvæmt plani og hún er bara búin að koma ótrúlega sterk inn í þetta bara nákvæmlega það sem við vildum að hún myndi gera. Hún er að gefa helling af sér til stelpnanna og hjálpa liðinu bara á allan þann hátt sem hún getur. Þannig að þetta er náttúrulega bara ótrúlega professional manneskja og bara frábær í klefanum og þetta litla sem maður hefur síðan að sparka í bolta þá erum við mjög ánægðir með spyrnur og svoleiðis. Þannig að þetta er bara, bara mjög öflugt. Bjartur að hún geti spilað fyrsta leik eða hvað, í deild? Já, ég er það nú. Er það mjög raunsætt? Já, það er mjög raunsætt. Ok. Hvernig leggst bara deildin í því samt? Þú veist, heildir, hvernig er að fylgjast með tíundum og öðrum liðum og hvernig líst þér á þetta bara? Það er alltaf bara hræðilegt að önnur lið sé að styrkja sig, þú veist, það er bara, nei, þetta er bara, sko, ég held að umræðan sé svona hjá flestum bara að við erum að sjá fram á ansi jafna deild og ég væri alveg til í það. Ég held að við gætum já, þú veist, það er einhvern veginn, umræðan er að þetta sé að þjappast. Ég þarf alveg samt að sjá nokkra leiki og sjá aðeins betri mynd á hópi til þess að vera alveg viss það, sko. Ég er ekkert viss að þessi topplið séu að gefa eitthvað eftir. Ég held að þau muni alltaf mæta með virkilega sterk lið og ef ekki sterkari lið heldur en í fyrra. En ég sé bara fyrir mig skemmtilega deild. Ég veit ekkert ennþá nákvæmlega hvar við erum að fara að lenda og veist, bara ótrúlega satt pæla ekkert mikið í því frekar en í fyrra eða frekar en síðustu 10 ár í mínu lífi sem þjálfari. Þannig að við bara mætum og ég ætlum bara ætlum að gera okkur gildandi, vera samkynnsæður. Framöndan bara Lengjubikar, æfingaferð og svo deild, svoleiðis. Yes, bara nákvæmlega í þessari röð, vel gert. Takk fyrir þetta, Gylfi. Takk.